Þátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Mikið rétt sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá við í körfuknattleik og líkt og í kynntin áðan þá erum við komið á línuna hann Dag Kár Jónsson sem að spila með Grindavík í dómsdeild karla í körfuknattleik. En hann búinn að vera í Bandaríkjunum í New York síðast undan því og stjörnumaður uppalega. Þetta ekki rétt kynning hjá mér eða? Þetta bara hárrétt. Það ekki? Það alltaf hann. Já, nákvæmlega. Herðu, svona áður en ég byrja að tala við þig dóminusteild karla og Grindavík og svo framvegis. Kannski byrja létt svona. Hvernig var að vera úti í Bandaríkjunum? Það var náttúrulega frábæra einsla og ég myndi aldrei vilja hafa sleppa þessu árið sem ég var núti. Ég lærði helling og svo bara frábært að fá að upplega það að búa í New York. Þannig ég bara líti á þetta sem jákvæða reynslu. Já, nákvæmlega. Og þú það ekki, varst á fullu í körfunni þarna, hvernig voru svona æfingatímanir og svo framvegis? Það sem ég lærði að þetta er rosalegt dæmi að núti, menn sko við vorum að æfa alltaf, tókum klukkutíma liftingaæfingu og fórum svo beint á oftast 2,5 eða 3 tíma körfusæðing eftir það, þannig maður var á bara að taka einhverjar hátt í 4 tíma á dagana sko, þannig það var allt svona allt á fullu. Já, og já, það er kannski svona heilt yfir hvernig svona kaninn í kringum fylgist hann með öllum íþróttum eða í skólanum eins og þú varst í? Já, í skólanum sem ég var í var náttúrulega körfuboltinn svona eiginlega langvinsælast. Við vorum ekki með hann ameríska fótboltalið, þannig körfuboltinn langvinsælastur og svo vorum við með ágætt fótboltalið líka. Já. En maður fann það alveg svona mestu metnaðurinn settur í körfuboltann. Já, nákvæmlega. Og já, hvernig svona að spila við svona, þetta þetta ekki svolítið meira mikið tempó eða hvernig mest öðruvísi svona að spila það núti? Jú, þetta aðalega kannski þú veist oftast að spila á móti svona meiri íþróttumönnum, strákar sem að hoppa hátt og hlaupa hraðar og svona. En samt öðruvísi boltaheldur en heima, hann svona heima meira svona þú ert að vera betri í svona úthaldi en heima. Þetta útfæla hraðileikurinn, það alltaf lengri skotklokka úti, en þetta er svona allt öðru sig og það tók mér smá tíma núna þegar ég kom heim svona að komast aftur í gírinn, þú veist, að spila hérna heima. Það er alltaf öðru sig. Já, nákvæmlega. En hvernig, þú náttúrulega ekki fylgdist með hinum Íslendingum sem voru úti á sama tíma og þú eða ekki? Jú, það er bara frábært líka hvað margir er að nýta tækifæri og prófa þetta að fara út með að þeir eru ennþá ungir og hafa tækifæri til að því að þetta náttúrulega eru bara nokkur ár að lífinu sem maður getur prófað að upplifa þetta sko. Bara snill hvað mennum er að ganga vel. Já, nákvæmlega. En svona, undan því þá varstu í Stjörninni og það var, ansi svona þéttur stjörnuhópurinn eða ekki, svona úr þínum aldurshópi, þið það ekki allir, ennþá í körfinu svona flest allir? Jú, flest allir, við erum alltaf með mjög sterka yngri flokka, við erum tvisvar Íslandsmeistarar og svona og við erum með Tóma Hilmar sem úti í Bandaríkjunum núna í háskólanum og Magnús Bjarki í meistaraflokknum og þannig við vorum með bara helviti öglan hóp og eru flestir allir en þá fellu sko. Já, og hver var svona oftast að þjálfa ykkur? Ég náttúrulega, pabbi byrjaði náttúrulega með okkur, var með og kendi okkur náttúrulega bara körfubolta, var með okkur fyrstu 6 árin hann og heldum við byrjaði í matsalnum í Hóstaðaskóla, þar sem voru hengdar körfur upp þar. Já. Og svo var Kjartan allir með okkur og fleiri, þannig að maður fekk bara hellingar reynslu hana. Já, nákvæmlega. Og Kjartan sem þjálfari, hann svona eins og hann í sjónvarpinu með körfuboltakvöldin? Já, bara djögstælar í honum alltaf og svona, hann bara algjör snillingur. Já, nákvæmlega. En nú ertu komin í Grindavík og mynd vera með þeim fram á tímabili ár. Þeir eru í 3. sæti bara tímabili í hörkul baráttu toppbaráttuna. Já, ég bara ótrúlega ánægður á kominninga. Það er alltaf búin að taka svo ótrúlega
við mér bara og gengið náttúrulega búin að vera frábært. Ég búin að vinna alla leikina sinni kom, þannig við bara erum ótrúlega jákvæðir og ég er bara mjög spenntur fyrir framhaldinu. Já, nákvæmlega. En svona deildin yfir heildina, hún nokkuð jöfn má segja. Það munar ekki nema, 2 sigurum á milli, liðsins í 3. sæti og svo liðsins í næst síðasta sæti. Já, bara deildin, ég veit ekki hvað það alltaf langt síðan deildin hefur verið svona sterkt. Það svona margir góða leikmenn sem að snúa heim úr atvinnumennsku, bara eins og Hlynur Bærings og Logi Gunnars og talangi þegar Pavel og Jón Arnór verða heilir aftur og ef Hössi kemur heim líka. Þetta náttúrulega bara frábært fyrir deildina. En hvað fékk þið svona helstu ákvarðanir? Það náttúrulega þú væntanlega verið það ekki eftirsóttur af mörgum félögum þegar var vitað og kemur til Íslands? Jú, ég fékk nokkur tilboð en Grindavík var bara það sem fittaði heldur bara langt best fyrir mig núna og var svona mest spennandi verkefni, þannig það var eiginlega frekar auðveld ákvörðun. Já, nákvæmlega. En næsti leikur ykkur, það á föstudaginn og það Suðurnesja slagurinn Keflavík Grindavík. Já, það verður bara virkilega skemmtilegt. Það líka skemmtilegt fyrir mig að mæta honum Dalor bróður mínum. Já. Sem við náttúrulega Keflavík, þannig að það verður skemmtilegt að mæta honum í fyrsta sinn svona í úrvalsdeildinni. Já, þið hafi aldrei mæst áður svona í úrvalsdeild? Nei, enda vorum við alltaf saman í stjörnunni í gamla daga, þannig að þetta verður skrítið en þetta verður mjög skemmtilegt. Já, nákvæmlega. Og ætlar að fara illa með bróðinn hérna á föstudaginn? Já, sjálfsögum, maður fer ekki að láta yngri bróður sinn fara illa með sjálfan sig, sko. Ég ætla bara að baka hann, sko. Já, hefur hann einhver tíman farið illa með því í körfunni? Mig? Nei. Þú myndir aldrei viðurkenna það? Nei, hann mun örugglega reyna að segja eitthvað annað, en það hefur aldrei gerst. Já, nákvæmlega. En svona við framhaldi hjá þér, þú ert náttúrulega að koma inn í tímabilið núna og ykkur gengur vel. Hvernig svona, sérðu fyrir framtíðina í körfunni? Ég veit það ekki, ég ætla bara að taka þetta tímabil og gera mitt besta og svo sjáum bara til hvað gerist. Ég fekk núna einhver tilboð að fara ykkur út að spila en ég vildi aðeins koma heim og finna með þess aftur, en svo við bara sjáum hvað gerist á þessum tímabili, en það alltaf frábært að vera í Grindavík og getur vel verið að vera hérna áfram. En hver svona helsti munur á því núna frá þú ert náttúrulega orðin eldri, en frá þú varst núna síðast að keppa á Íslandi og kom svo núna aftur í deildina? Persónulega finnst mér ég hafa bætt mér dálítið vel í vörninni, af því að þegar ég var úti það var ótrúlega mikil áhersla lögð á vörnina og mér fannst ég bæta mér svo mikið og ég finn það bara svona, maður er svona líkamlega að vera sterkari og bara svona aðeins þroskar og meira tilbúin í þetta held ég. Nákvæmlega. En hvernig sérðu fyrir deildina? Það náttúrulega ekki þetta að segja, menn segja samt að Stjarnan og KR séu svona öflugustu liðin, en nokkuð hægt að segja það svona miðað hvernig deildin hefur farið að stað? Það nú kannski auðvelt að töluna náttúrulega ljú ekki, þessi lið eru bara, Stjarnan eru ekki búin að tapa í deildinu og KR er bara búin að tapa einu leik, en ég held að deildir sé bara þannig ára, það geta allir unnið alla, þannig ég myndi allavega ekki vilja að mæta Grindavík í úrslagkeppninni. Nei, nákvæmlega, þá eru þið konur byrjaðar að toppa. Já, nákvæmlega. En svona í lokin áður en ég sleppir, þú fylgist þið ekki svona með öðru augun og aðeins með dómsdeild kvenna eða ekki? Jú. Já, hvernig hefur svona fundist tímabili fara að stað þar? Það eru bara virkilega flott og bara gaman að sjá liðið svo Keflavík sem allar þessar ungu stelpur sem bara er að sína það svona, þessi bara tilbúnar í þetta aksjón og eru bara að vinna allar þessar leiki og það er bara frábært að sjá það. Nákvæmlega. Og það má segja kannski að það er eins með dómsdeild kvenna, það er kannski aðeins meiri skiptingar, það eru 3 lið þar sem eru svona talin líklegust, en restin er alveg óskrifað. Já, og ég ætla bara að bíða að sjá með Grindavík, það er hljóta að fara dætt í gang núna og ég hef full að trúa þeim. Nákvæmlega. Það er stutt á milli, en það er að þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og það er náttúrulega stutt í næsta leik. Dagur Kári Jónsson þakka kærlega fyrir og hlakka til að sjá okkur bræður berjast á föstudaginn. Takk kærlega fyrir það. Loka tölur úr þeim leik?